Komið sæl, já ég heiti Guðmundur Felix. Ég vissi ekki alveg hvað ég að fara að segja hérna. Ég kom bara að kynna þetta mál eitthvað og ég ætla að segja ykkur af hverju ég hérna og hvað ég að gera. Ég var fyrir því jólanu 1998 að missa handleggina báði í vinnuslysi og búinn að vera með þetta brans hérna síðan og svo er ég búinn að vera núna í rúm 4 ára að í sambandi við lækna í Frakklandi sem hafa verið að gera svona handaágræðslur. Byrjuði á því 98 og þau eru búin að gera einhverja 20 eitthvað ágræðslur og hitti þennan yfirlækni þegar hann kom hérna fyrir 4 árum síðan, var á Íslandi eftir að hafa grætt andlit á konu, kannski muni eftir þess að var hérna með fyrirlestur í háskólanum og ég fór að hitta á hann og hann gaf mér þetta loforð að skoða þetta mál og þetta er komið svolítið langt núna. Ég er búinn að vera að baxast í þessu 4 ári sem segir, reyna að fá lækna og gögn þýtt og reyna að fá ríkið til að taka þátt í þessu og einhvern veginn ekkert gengið en ég þurfti að gera þetta allt sjálfur. Því að þetta er tilraun aðgerð og þá er þetta ekki greitt. Það kom í rauninni endalega á hreint bara síðasta vetur, þá þetta var búið að fara í gegnum kæruferli og eitthvað hjá úrskurðarnefnd almannatrygginga og ég stend uppi með allan kostnað og ég er búinn að fara 2 ár þessu ári í rannsóknir hjá þeim. Ég hef farið og verið í viku í senn 2 sinnum og bara frá morgun til kvölds og búið að vera að brugga í mig og lítur í rauninni allt saman mjög vel út. Allir þeir sérfræðingar sem hafa eitthvað með málið að gera hafa gefið grænt ljós á það að það sé ekkert sem er komið veg fyrir þeirra hlið sko. En þá hefur ekki verið tekin samt ákvörðunin. Þetta er svo stór hópur þegar kemur að þessu að þeir hittast ekki fyrir 9. september og taka endilega ákvörðun og þá fæ endilega svar hvort ég fari í aðgerðina. En ástæðan fyrir ég ákvað að fara á hlaup er svo ég er bara búinn að svolítið að spenna bogann og þurfa að borga þessar innlagnir sjálfur og ég þarf alltaf að ferðast með aðstoðarmanneskju með mér og þetta er búið að vera mjög dýrt. Svo sá ég þetta hlaup bara þar og það var alls konar styrktarsjóðir og ég sendi mail á einhver styrktarsjóð og spurði hvort það væri hægt að hlaupa og safna áhættum og reyna að lækka kostnaðinn eitthvað. Og þá var mér bent á að það þyrfti að vera eitthvað styrktarfélag á bak við þetta með stjórn og öllu og ég hringdi í Malin Bland sem var einmitt búinn að vera að gera eitthvað vídeóinnslag með bílinn hjá mér og hún stofnaði styrktarfélagið bara samdægurs. Og í rauninni þannig er þetta komið til að ég ákvað að hlaupa þetta sjálfur. Mér finnst svona, ég er búinn að vera að reyna að koma mér í form, það skiptir máli maður fyrir svona aðgerð að ég er búinn að hafa skipt lifur í mér og annað og maður er yfirleitt, þetta tekur rosa lág svona stóru aðgerðir og ég ákvað að vera í eins góðu formi ég gæti þegar ég kæmist líka og þannig að mér fannst mjög sniðugt að hlaupa. Ég hljóp hérna hringum í gær og ég sé alveg rosalegt í því. Þetta vondur þarna. En ég ætla samt að klára þetta og já, það er rauninni það sem ég ætlaði bara, það var annaðhvort það, við hlaupum bara og heitum á þetta eða gullirnir eru hérna hjá einhver og svo getur líka bara ítt á delete og hættum þessu bara saman. Það er sennilega bara betra. Það var samt að hlaupa sko. Nei, það er ekki að gera delete. En já, þess vegna er ég kominn hérna og ég er langar endilega að hvetja þessu fólk til að hlaupa. Mér skilst að það hlaupi nú bara flestir innan hvort þið en ef þið eru ekki búin að velja ykkur styrktarfélag þá er handahlaupið mjög góð hugmynd sko. Svo ætlum við Malin hérna, hún er rauninni forsvari fyrir þetta styrktarfélag en hún kannski kynir það eitthvað fyrir ykkur. Já, það er ekki bara að segja hvernig leiðir okkarlega á saman. Ég vinn fyrir Blekk.is eða þar í ritstjórn. Við erum svona bílaferli með bílaferlur og meðan hann leipur þá er ég að aka eins og vilsingur. Hann á mjög sérstakann bíl, svona Volvo sem er með búnaði til þess að aka án þess að nota hendurnar. Og ég hugsaði að þetta er nú eitthvað skrítið og hugsaði með mér að ég yrði að fá að prófa þennan bíl. Og þannig komumst við í samband og ég fór að gera svona smá innslagi bleikar reynsluakstur. Þátturinn heitir Ekið án handfang. Og eins og montinn, ég er alltaf að fá hann til að segja þetta aftur og aftur hvernig gekk hjá mér að aka bílnum.
gekk rosa vel. Það svona skífa í gólfinu á bílnum og það ekur maður bara, eða stýrir allt svo með fætinum. Og þetta ekki svo flókið. Og hann til dæmis alveg brjálega vístur að ég eins og sé alltaf í kappakstri. Nei, ég veit ekki. Þetta alveg skilja. En ég var mjög djúpt snortin og ég hugsaði að það ekki bara þessi bíll. Hann nú ekkert merkilegur því þessi maður rosalega merkilegur. Og ég fór svona að velta fyrir mér, ég var alltaf kvart eitthvað, ég svo feit og ég svo ljót í dag og eitthvað svona og þú veist bara eins og maður að tuða yfir einhverjum ómerkjum hlutum og svo hitti ég mann sem hress og kátur en ekki menn með hendur. Og ég fór að spyrja hvað það væri svona sem hann saknaði einna helst og vissi ekki alveg hvað ég var í raun að spyrja stóra spurningar því að hlutin ógeðslega margt. Og hann sagði að hann saknaði þess að geta ekki snert, hann geta ekki tekið utan börnin sín. Og ég það hreyfði rosalega við mér og þess vegna hugsaði ég ætla að gera það sem ég get gert. Og hér erum við, handarhlaup. Og það stór hópur sem ætlar að hlaupa með Guðmundi Felix og eins og kannski vitið öll saman, þeir náttúrulega pottum og pannan í þessu. Ég held að við séum komið með 25 manna hóp sem ætlar að hlaupa með hann. Svo far. Svo far. Nú ég búin að tala. Hvernig ekki að æfa fyrir hlaup? Já, æfingarnar, já. Ég búin að æfa núna í 3–4 vikur. Ég var aldrei hlaupið, ekki einu sinni ég var krakki. Ég endist ekki íþróttum því að ég nennti ekki að hlaupa. En þetta alveg furðulega hvað þetta fljótt að koma. Fyrsta hlaupið mitt var 4 kilometrar. Ég fór 4 kilometrar, ég hljóp ekki mikið. Það var óglatt og illt í eyrunum og illt í fótunum og með hor og þetta var bara rosalega erfitt. Og bara strax næsta hlaup, þá bara, fór ég helmingi lengra og eftir það þá hlupum við alla 4 kilometrana. Í gær hljóp ég nánast alla þessi 10 kilometra og eins og ég segi, það eitthvað, þetta á 4 vikum sem maður að ná þessu. Þetta alveg ótrúlega hvað þetta alveg ótrúlega hvað þetta skemmtilegt. Það í spandek alveg. Það Batman. Þetta bara, þú veist, ef það einhver sem ekki komin í þetta og þú veist, þá bara hvet ég að þetta alveg furðu gaman og svona, eins og segja, það allir sem eru rosa almennilegir að standa við baki á okkur. Asics sem gefið mér skó og Nike gaf mér fatna og það munar rosalega þetta að vera í almennilegum skóm. En þetta eins og ég segi, ég held að þetta sé, og ég búinn að tala mikið af fólki og mér sem Malín, hún heldur enda á þessi erfitt, hún þorir þessu ekki. En þetta alveg bara ótrúlegt og sem þú sagði nú til, eins og við hefum komið að segja, þá eru nú flestir að hlaupa hérna og þetta bara, þú veist, þetta alveg furðulegt hvað þetta er gott að koma. Ég á ekki eftir að hætta þessu eftir þetta hlaup, sko. Það verður hlaupið Lyon maraþonið næst og svona eitthvað. Það sem aðgerðum er gert. Ég mæla alveg eindregið með að fólk, þú veist, ef það ekki að fara að gefa ykkur sjóðin að allavega taka þátt í þessu hlaupi, sko. Það bara ógeðslega skemmtilegt. Og mikið auðveldar en ég hef, fyrir utan þessar verk í fótunum, en þeir minnka samt. Má ég spyrja, eru allir hérna nema ég að hlaupa? Einhver sem ekki að hlaupa? Já. Hlaupum við. Það aldrei að seint að byrja. Nei. Þú fórstu bara fyrir 4 vikur fyrst út að hlaupa? Já. Þetta var bara að koma, ekki 4 vikur sem við gerum þetta? Jú, 4. Hvernig var tíminn hér? Klukkutíma kortir? Sko. Það ekki bara mjög góð tíma. Ég bara ákvað að klára þetta, sko. Mér langaði að ná æsi, mér langaði bara að detta niður og bara að deyja, sko. Þá var hann þarna með myndavél alltaf. Það langaði ekki að taka þetta. Rosalega meitt maður. En það er rosalega hvatning að hafa myndavél og verður ykkur myndavél orðin í bænum þegar maður leikur þannig að klára þetta. Já, þau stóðu sér mjög vel. Ef ekki bætti við, þá var einhver hlaupafélag með honum, sko. Þau stóðu sér ógeðslega vel, sko. Og ég eftir að gera þarna í þessu hlaupi, það alveg á hreinu. Það var glæsilegt þau. En ég hjálpaði þau gáði aðeins í þá. Siggi, þú verður að hlaupa
hlaupa bara á eftir honum með Já, ég var þarna líka. Hann var alltaf kominn fram fyrir okkur og svo var hann að hvetja alveg. Hvað kostar að leiða svona gaur með myndaði? Það kostar. Góð hugmynd. En ég get alveg sagt ykkur að hann var dálítið geðvondur fyrst. Fyrstu skiptin sem var að hlaupa og sagði Malín, hvað ertu búinn að koma mér út í? Ég er ekki með hendur, ég get ekkert hlaupið. Ég var að hlaupa 10 kílómetra. En svo núna sjáum við að hann getur bara vel og rúmlega það. Það er duglega fyrst að koma. Maður kannski áttar sig ekki á því hvað hendur eru mikill hluti af hlaupi. Nei, það er svolítið skrítið. Ég get ekki hlaupið með hendrasla á mig sko, þannig ég er bara, þú veist, og það er líka rosa stórt skref fyrir mig. Ég er svona spérhættur að taka þetta af mér sko. Þetta er svolítið eins og við verðum að hlaupa nakinn hér í bæ sko. Í spandex eru líka. Eitt og sér það er alveg bara nóg. Já, en nei, þetta er samt rosa sigur líka bara að, þú veist, að klára þetta og það er bara rosa gaman að ná svona einhverjum sigur sko.